Jæja, þið hjartanlega velkomin, þið sem eru hér og þið sem eruð fyrir framan tölvuna. Smá tölvuvesen hjá okkur, það er vonandi úr sögunni, en þið missið það á því að sjá mig persónulega live, þið sem eru heima. En við erum komin hérna til þess að kynna deiliskipulag Garðabraut 1 og ég heiti Guðmundur Ingþór Guðjónsson og er formaður skipulags- og umhverfisráðs Akraneskaupstaðar og hérna Halla Marta Árnadóttir, skipulagsfulltrúi, koma hérna líka og svo sem stýra fundinum og einnig mun Helgi Steinar, arkitekt, skalaarkitektar koma og kynna hugmynd sem Bestla er búin að leggja inn til okkar vegna þessa svæðis Garðabraut 1. Hægt er að senda inn fyrirspurnir á meðan að fundi stendur og eru svarað í lok fundar og spurningar þurfa að koma fram undir nafni. Ég ætla að vona að við náum að gera það. Alltaf var það planið eins og við lögðum upp með þetta. Við reynum að gera eins gott úr þessu og hægt er. En ferlið, það er verið að vinna nýtt deiliskipulag á lóðinni og skipulagslýsing var lokið í júlí núna 2022. Og næsta skref er að kynna vinnslutillögu deiliskipulags og því erum við hér. Og ég vona bara að þið verðið uppvísari eftir hennar fund og og endilega spyrjið, til þess erum við hérna. Ég ætla bara að kynna hana öllu inn, gjöra svo vel. Já, eins og hann Guðmundur Ingþór fór yfir, þá heiti ég Halla Marta Árnadóttir og skipulagsfulltrúi hérna á Akranesi. Og ég ætla bara að ítreka það að spurningar þurfa að koma undir nafni á netinu ef á að taka á þeim. Annars verða þær ekki lesnar upp. En ég ætla bara aðeins að fara og svona núna vitið að hvað er búið að ganga hérna áður fyrr. Það er þessi skipulagslýsing búin. Og það sem er eftir þetta ferli, núna erum við erum enn bara á byrjunarstigunum eiginlega. Og eftir þessa kynningu á vinnslutillögunni, þá verður gengið frá bara endanlegri eða tillögu að deiliskipulagi Garðabrautar 1. Það verður tekið mið af ábendingum og sjónarmiðum sem koma fram hér, sem við á. Og tillögurnar verða síðan í framhaldinu auglýstar í samræmi við skipulagsákvæði og kynningatími og athugasemdafrestur Kynningatími og athugasemdafrestur þá er 6 vikur. Þar sem þá er hægt að skriflega senda inn athugasemdir til okkar og það verður tekið fyrir umhverfisskipulagsráð. Og svo er bara metið hvort það þurfa að gera breytingar eða ekki og ferli samkvæmt því. En það sem við verum að fara í núna, þetta er Garðabraut 1, þetta er svona svæði sem við verið að tala og gert er ráð fyrir að lóðin verði 3400 fermetrar og núverandi bygginghús verður rifið og kringum 4500 fermetra byggingu undir íbúðir. Og þetta stuðlar náttúrulega alltaf það sem við erum að sækjast í aðalskipulagi er þétting byggðar og nýta landið okkar sem við höfum, sem er ekki mikið. Og já, ég ætlaði bara að fá að Helga til að kynna ykkur fyrir tillögunni. Sjá. Svona. Já, það
Já. Komið sæl, ég heiti Helgi Steinar Helgason og er arkitekt hjá Skala Arkitektum og er einn af höfundum þessa deiliskipulags sem við ætlum að kynna fyrir ykkur í dag. Við byrjuðum að vinna þetta verkefni hérna á vormánuðum og mér finnst svolítið mikilvægt að koma fram að við erum búin að eiga í mjög miklu samtali og samstarfi við skipulagsráð og kjörna fulltrúa þar sem við höfum verið að þróa þessar hugmyndir varðandi uppbyggingu á Garðabraut 1 og þetta þá niðurstaðan af þeirri vinnu. Við fengum athugasemdir frá aðilum við skipulagslýsingu sem var send út og unnum frekari greiningar í samræmi við þær og teljum okkur hafa í raun og veru svarað þeim athugasemdum sem komu fram allavega á því stigi málsins. Skipulag fyrir Garðabraut 1 er í anda stefnu, bæði landsskipulagsstefnu og aðalskipulags þéttingu byggðakjarna, bæði í bæjum og borg, sem tengingu við miðsvæði Akranesbæjar. Sú hugmyndafræði gengur náttúrulega út á það bæði að nýta landið betur og infrastruktúr, alla tækni og annað, að fleiri einingar geti notið allt sem þeim tengist í staðinn fyrir stakstæð hús sem til dæmis, sem þá munurinn á svona eðli svona byggingar versus til dæmis einbýlishúsabyggð. Í dag stendur, er eitthvað svona bendill, í dag stendur bygging á miðri lóðinni sem er 2 hæðir, gert er ráð fyrir að hún víki og tillagan gerir ráð fyrir að ný bygging sé staðsett syðst á reitnum. Hugmyndin með því er bæði að styrkja götumyndina þannig að hún sé í línu við hús sem eru við Garðabraut og svo kallist hún líka á við byggingar sem bæði eru risnar og eru að rísa við Þjóðbraut. Þá sérstaklega Botnhúsið hér á Þjóðbraut 1 og hún styrkir líka dálítið svæðið í kringum umhverfis þetta hringtorg sem er má segja mjög mikilvæg aðkoma inn í bæinn. Smátt að ég sé ekki alveg. Viltu sjá einu sinni, er þetta zooma eitthvað inn? Svona, ég held ég hafi fundið út úr þessu. Já, megin áherslurnar í tillögunni eru eins og ég sagði áðan að húsið sem stendur á lóðinni fyrir að það víki. Einnig er lagt til að lóðin stækki 340 fermetra þannig að lóðamörk séu í línu við lóðamörk sem eru annars við Garðabraut. Og að við skilgreinum 1 fjölbýlishús með 2 stigahúsum sem stallast frá 4 upp í 7 hæðir. Þar er stærsti hlutin að því eru, eða það má segja balansinn sé helmingurinn þessar 4 hæðir og hinn helmingurinn 5, 6 og 7 hæðir. Í kjallara verði bæði það verður full niðurgrafinn kjallari undir byggingunni fyrir stóðrými og svo bílgeymsla undir garði líka full niðurgrafinn. Gert er ráð fyrir 51 íbúð. Þar er áhersla á að stærra hlutfall íbúða í húsinu séu 3 herbergja og svo séu mikið af 2 herbergja íbúðum og kannski fæstar stórar íbúður þarna verið
að mæta svona þörf minni íbúðir á Akranesi fyrir jafnvel fyrstu kaupendur eða þá sem að vilja minnka við sig. Og gera ráð fyrir 1,35 bílastæðum á íbúð. En hugsun þá kannski að það sé aðeins mismunandi eftir stærðum íbúða hvernig bílastæðum útdeilt. Form byggingarinnar svona eiginlega vinkillaga. Ein af athugasemdum sem að kom við skipulagslýsinguna var efnisval á þessum renderum eða þessum þrívítamyndum sem fylgdu með, en kannski svona eins og oft á þessu stigi málsins þetta kannski búið að fullhanna bygginguna, enda erum við bara á deiliskipulagsstigi ennþá, en auðvitað þetta einhver vísar að því sem að hugmyndin og þarna hugsun að vinna svona með græntóna skala í klæðningum. En við tókum tillit til þessar athugasemdar að efstu hæðirnar þóttu dökkar og einsetjum okkur að klæða þessar efstu hæðir þannig að það dragi sjónrænt úr hæð byggingarinnar eins og kostur Já, ég held kannski bara svona, kannski að ég tala líka það sem að bara öðrum ekki jú, þarna þetta. Hér samantekt af vindgreiningu sem var gerð í framhaldi af kynningunni og skipulagslýsingunni. Ég ekki alveg til þess bær að fara kannski alveg nákvæmlega ofan í hana, en það var hún unnin af sérfræðingi, þar tilgæðnum sérfræðingi. En það sem að kannski svona áhugaverðast að skoða, af því að það náttúrulega kannski eðlilegt að fólk hafi áhyggjur af því að þessi bygging myndi auka enn fremur á vind, hvað maður að segja, vindkviður eða eitthvað svona skilyrði við þjóðbrautina og sérstaklega við þjóðbraut 1, þar sem að okkur skilst að sé vandamál. En niðurstaða þessara vindgreiningar sem gerð með mjög faglegum hætti, eða bara svona fyrst sína tegundar kannski í íslenskri svona hönnun, en vonandi bara það sem koma skal að hún sýnir bæði sérstaklega þegar við skoðum þessar tvær myndir hér, þar sem við erum að bera saman aðstæður við þjóðbraut 1 miðað við núverandi aðstæður, að þá þessi rauði blettur, hann þýðir það að þarna sé óþægilegt svæði við að vera, og náttúrulega á þessum jarðhæðum við þjóðbraut 1 náttúrulega verslun og þjónusta, en þetta náttúrulega mjög óheppilegt að þetta séu aðstæðurnar. Þetta svo miðað við þá svona kannski verstu skilyrði, en með tilkomu Garðabrautar 1 þá minnkar þetta svæði mjög mikið, eins og þið kannski sjáu þið berið þessar tvær myndir saman. Ég bara hvet fólk til að skoða þessa skýrslu sem fylgdi með, hún hefur örugglega verið lögð með. Nei, það kannski verið gott, en en vindgreiningin, allan að niðurstöðu vindgreiningarnar frá þessum hlutlausa aðila sem var ráðinn til þess að gera hana að Garðabraut 1, þessi nýja bygging, hún hafi jákvæð áhrif á vindfar við þjóðbraut 1. Hún dragi almennt úr vindhraða og eins og ég var að segja, að minnka bæði þessi rauðu og appelsínugulu svæði sem eru þau sem eru óheppileg fyrir vegfarendur að verða fyrir. Og svo líka byggingin, þegar hún tekur náttúrulega á sig þennan vind, að þá samt býr hún til skilyrði við Garðabraut 1 sem eru ákjósanleg. Greiningin sýnir það að allir staðir upp við Garðabraut 1, svo sem inngangar og dvalarsvæði upp við hús, að þau séu verði góð hvað vindfar varðar. Þannig að þessi greining sýnir þar með fram á það að þessar áhyggjur að vindfar eigi eftir að versna hnekkir því.
Svo voru líka athugasemdir við skuggavarp. Þar var talað að byggingin myndi kasta skugga á aðrar byggingar, en ég held kannski bara að þar sé einhver smá misskilningur á ferðvarandi hvað svona skuggavarp myndi sýna, en það ekkert óeðlilegt. Fólk kannski ekkert alveg vant að lesa svona gögn, en hér sem sagt loftmynd sem sýnir hér þjóðbraut 1, hér þá þessi áætlaða byggingu Garðabraut 1, og hér erum við að skoða skuggavarp sumarsólstöður, þar sem hásumar klukkan 9:30 morgun. Þá sjáum við bara hvernig byggingin kastar skugga þarna yfir þjóðbrautina, eins og svo sem fleiri byggingar gera, hvernig hún svo hérna miðjan dag. Þetta eru líka sumarsólstöður klukkan 1:30, en bara innan sinna lóðar, allur skuggi, og svo þetta seinni partur sumar klukkan 18:30, og þið sjáu hvernig þetta náttúrulega bara grafískt. Þessi grái flötur hérna, hann indikerar bara lóðina, en auðvitað verður þetta grænt svæði ofan á bílgeymslu, en þetta bara til að sýna það að þetta eru mörk lóðarinnar hér og allur skuggi innan hennar. Það sama á við vetur og hérna vor og haust jafndægur, 20. mars og 21. desember. Þá sjáum við náttúrulega skuggarnir eru lengstir, og þá sjáum við náttúrulega öll hús að kasta skugga. Hér til dæmis eru hús til dæmis við hérna Garðabrautina sem kastar aðeins skugga inn á Garðabraut 1. Hér kasta hús líka hvert á annað skugga hvert á annað, og vissulega líka nær hérna okkar Garðabraut 1 aðeins að sleikja hérna þjóðbraut 1, en þjóðbraut 1 náttúrulega líka með mjög langan skugga, þannig að þetta bara svona eins og á þessum tíma árs. Og þetta svo þá vor- og haustjafndægur miðjandag klukkan 1:30. Hér skuggi en þá náttúrulega út fyrir lóð, en svo sem eins og aðrar, en svo það kannski bara seinni part sumar þar sem allar byggingar eru svolítið að kasta skugga hver á aðra, sem er eðlilegt. Þegar skammdegið hvað mest yfir árið. Já, bara til að ljúka kannski kynningunni, að þá sem sagt teljum við að þessi tillaga sé í anda þeirra stefnu sem að aðalskipulagið segir til Þarna bara metnaðarfullar hugmyndir vandaða byggingu sem oft að styrkja götumynd og vera bara bænum til prýði. Þegar við tölum vandaða hönnun þá náttúrulega hefur bæði við ytra byrði og ekki síst innra byrði íbúða. Já, ég held bara að ég ljúki þessu með þeim. Takk fyrir. Já, þá bara einhverja spurningar í sal eða á netinu. Ok. Hérna Álfheiður Ágústsdóttir hefur spurningu á hverju byggir mat á þörf á minni íbúðum á Akranesi? Hvernig sú þörf til samanburðar við þörf á sérbýli eða stærri íbúðum? Já, þetta náttúrulega einhver greining sem að kannski umsækjendur eða þeir sem að byggja telja sér þörf á, en auðvitað líka Akranes og við svo sem erum með skógahverfi sem að fylla frekar vel í sérbýlis þörf hjá okkur og höfum við skoðað það mjög vel. En já, Sigurður? Það heyrist ekki, voru við hér? Og hugsaðum saman þetta að þá hlutfall núna sérbýlis og fjölbýlis 40-60 sem frekar hátt hlutfall sem sagt sérbýla og svolítið einkennandi fyrir okkur Akranes að vera það há.
og síðan höfum við verið í vegferð að reyna frekar að halda í þetta hlutfall frekar en ekki og meðal annars sem hluta af því að þá höfum við að skoða eins og hefur komið fram í fréttum Akrakotsland sem hugsað eingöngu fyrir sérbýli og síðan erum við með sérbýli líka í skógahverfi í bland við fjölbýli. Varðandi stærð og íbúðum að þá það svolítið í rauninni bara hvernig markaðurinn núna, hvernig hann að fungera og hvað þarf inn á markaðinn. Þá það kannski svolítið viðkomandi lóðarhafa að meta það en að sjálfsögðu munum við líka hafa einhverja skoðun á því og þá með ekki verða of mikið af litlum íbúðum. Þannig að þarna þarf að vera ákveðið jafnvægi. Takk. Einhverjar spurningar í sal? Já? Björn, hvað? Sorry, veitu, af því að þetta þarf alltaf að vera partur af Guðmundsson. Ok. Hérna. Já. Jú, mér sýnist svona, það sérst ekki alveg hvað gerist hérna. Nei, því miður. Með líka Bjössi, við getum örugglega fengið það betur fram. Já, en mér sýnist í fljótu bragði, það koma engir rauði blettir. Já, hérna já. Jú, mér sýnist guli bletturinn stækka örlítið fyrir framan. Já. Já, sem þú berð þessa og þessa. Þetta hvað? Guli ekki við mjólkurstöðum. Hérna? Það ekki hér? Já, þetta ekki þetta hús. Það ekki þetta hús? Þetta hús, Já. Og þá byrjum við þetta saman við þetta. En ég verð að segja, ég gerði ekki þetta, þetta sko í sumar, þú veist, En við getum fengið nánari skýringu á því. Sértaka skýringu. Já. Nei. Þetta verður bara til í mótunum. Já. Já. Einhver fleiri spurningar? Já. Nei. Þá bara þökkum við fyrir bara góðan fund og vonandi var þetta til upplýsingar og þetta tókst að lokum. Bara þannig að það sé sagt að þessi fundur rauninni bara kynning á vinnslutillögu og núna munum við halda áfram og reyna að fullklára deiliskipulagstillögu fyrir skipulags- og umhverfisráð og í framhaldinu mun hún fara til bæjarstjórnar sem síðan ákveða auglýsingu á þeirri tillögu. Þá byrja 6 vikur að tikka þannig að þið hafið töluverðan tíma til að skoða og koma með ábendingar eða athugasemdir. En því fyrr sem koma því betra, þá hægt að skoða þær í betra tómi. Þannig ég vil bara benda ykkur á það. Og ef það einhver svona sérstakar spurningar, þá bara að gera að senda á Höllu og þá getum við skoða það. En ég vildi bara benda ykkur á þetta. Takk. Segir bara takk fyrir og fundi slitið.